Kæri söfnuður og þið sem sjáu til okkar í streymi, gleðileg jól og velkomin í Hallgrímskirkju. Kór Menntaskólans við Hamrahlíð og kammerkórinn Huldur. Við fögnum því að fá að vera með ykkur hér í kvöld og ykkar ágæta stjórnanda, Hreiðari Inga Þorsteinsinni. Að ungar raddir hljómi á fæðingarhátíð frelsarans, hvað er meira við hæfi? Ég bið þess að stundin verði blessunarrík, við hefjum hana með signingu í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen.
Dýr sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðum og velþóknun yfir mönnunum. Þín lofar Faðir líf og öld, þín líkn oss alla styður. Þú réttir þína helgu hönd af himni til oss niður. Og föður helsar komað þín í þínum sigri til oss nýr. Þitt frelsi, náð og frið. Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Látum oss biðja. Guð, þú sem hefur lýst upp þessa heilögu nótt með ljóma hins sanna ljós, við biðjum þig. Gefa við sem skynjað höfum á jörðu leyndardóm þessa ljós, megum á himnum njóta fagnaðar þess. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð, aldir alda. Fyrri ritningarlesturinn stendur skrifaður í spádómsbók Jesaja. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós, yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. Þú eykur stórum fögnuðinn, þú gerir gleðina mikla. Menn gleðjast fyrir augliti þínu eins og þegar uppskeru er fagnað, eins og menn fagna þegar herfangi er skipt, því að ok þeirra, klafan á herðum þeirra, barefli þess sem kúar þá, hefur þú brotið í sundur eins og á degi Midjans. Öll harkmikil hermannastígvél og allar blóðstoknar skikkjur skulu brendar og verða eldsmatur. Því barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Hann skal nefndur undraráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Síðari ritningalesturinn stendur skrifaður í Títusar bréfi. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðleik og veraldlegum gindum og lifa hóglátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum. Í eftirvæntingu okkar sælu vonar að þinn mikli Guð og frelsari Jesús Kristur opinberist í dýrð sinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leysti okkur frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfum sér til handa, eignar líð, kostgæfin til góðra verka. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Lúkas. Guði sé lof fyrir sinn gleðilegan boðskap. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreneus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar, og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð, sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks: þér munuð finna ungbarn, reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnunum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Játum trúna. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs, Föður almáttugs, og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Sendi englar sína til að
Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Það dimmir og hljóðnar í Davíðs borg, í dvala sig strætin þagga, í bæn hlýtur svölun brotleg sál að brunni himneskra dagga. Með þessum orðum hefst einn af okkar kunnu jólasöngvum og hugljúf laglína Engibergar Þorbjargs lifnar ábyggilega í huga okkar margra. Nú á þessari stundu á sjálfri jólanóttinni er það einmitt það sem hefur verið að gerast landið allt, inn á flestum heimilum landsins. Það hefur verið mikið að gera í dag, undirbúningur og ýmsu tagi, metnaðarfull matseld og veisluborðin dekkuð. Flest höfum við borðað okkur södd og sæl, jafnvel aðeins of. Svo var sest niður við gjafirnar sem víða lágu í stöflum undir tré. En nú hefur sigið höfgi yfir. En samt eru þið hingað komin og hafið á ykkur lagt ýmsa fyrirhöfn, hraðpróf með fyrirvara til þess að vera saman komin í þessum dásamlega helgidómi með stórkostlegum kór ungs fólks. Já, er það ekki einmitt nú sem helgin, hinn sanna jólahelgi og hátíðleiki, er allt umlykjandi, kyrrð og friður land og höf. Sálmlagið fagra sem við syngjum með orðunum heimsum ból, við gætum þýtt úr frummálinu upphafsorðin með orðunum hljóða nótt, heilaga nótt. Og barnið litla sefur í himneskum friði. Við höfum fyrir hugskotssjónum hina klassísku mynd af barninu litla í jötunni og foreldrunum og dýrunum sem liggja á jórtra og hirðana sem komnir eru og vitringarnir eru á leiðinni og yfir vakir stjarnan bjarta, jafnvel eru englar og sveimi, hinn hljóða heilaga nótt. Það mætti verja löngum tíma í að rannsaka og velta vöngum yfir fræðilegu, já og eða sögulegu baksviði þessarar myndar. Og þá gætu komið upp ýmisleg sjónarmið og jafnvel andstæð sjónarmið í þessu samhengi. Við skulum láta það ógert af þessu sinni. Við skulum fremur hugleiða hvað þessi mynd er að segja okkur ein og sér. Hvaða skilaboð er hún að senda? Við þekkjum það að listamenn allra alda hafa leitast við að túlka og birta þessa mynd. Á mörgum heimilum er þetta svið sett upp með litlu skýli og viðkomandi persónum. Breytileikinn er mikill en grunnurinn er þó ávallt sá sami og miðpunktur athyglinnar er sömuleiðis ávallt sá sami. Það er einmitt barnið í jötunni sem allt hverfist um. Þetta nýkviknaða líf sem þarna liggur og sefur vært og rót. En leið þetta varnarlausa líf sem sitt á undir því að einhver veiti því næringu og skjól. En samt syngjum við liggur í jötunni lávarður heims, samt er hann borinn til valda. Við þekkjum það sem höfum orðið til þeirra náðar aðnjótandi að fá að annars lítið barn, að vald þess er einmitt mikið, því það kallar fram löngun til að vernda og annast. Það vekur og virkjar það vald sem er öllu valdi aðra, sem er vald kærleikans. Gleðina sem fylgir því að gefa, leggja af mörkum, miðla einhverju sem máli skiptir. Þessi mynd sem þarna birtist á sér margar tengingar við ritninguna á þann vonarríka hugarheim sem þar má finna. Hún kallast á við friðarboðskap þann sem sjá má í spádómsbókum. Svo sem eins og hjá Jesaja spámanni þar sem hann segir: þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardusdýri liggja hjá kýlingnum, kálfur, ljón og alifé munu ganga saman og smásveinn gæta þeirra, kýr og birna verða saman á beit, ungviði þeirra hvílir hvert hjá öðru og ljónið mun bíta gras eins og nautið.
Enginn mun gera illt, enginn mun valda skaða. Í heimi spámannsins sem þetta ritaði var ekkert öruggt, en samt á hann sér sterka von frið og öryggi sem hann lýsir með þessum myndræna hætti. Og allt á þetta kannski sína fyrirmynd í sköpunarsögunni, fyrstu Mósebókar, þar sem dregin upp mynd af paradís, þar sem allt lifir við öryggi og velsæld, og leið þar birt mynd af manninum sem vissulega hluti af sköpunarverkinu, en vegna getur sinna stendur hann á vissan hátt utan hins náttúrulega vistkerfis. Hann hefur möguleika á að spilla því, og það einmitt það sem hann gerir. Hann hefur vald og getu og þar með ábyrgð. Hann kemst ekki undan þeirri stöðu, því allt sem lifir honum á vissan hátt undirgefið. Hvernig mun hann fara með þetta vald sitt? Í þessu samhengi vísar þessi fagra kyrralífsmynd Jesú barnsins sem áminning til stöðu okkar í nútímanum. Við höfum fært okkur í nyt öll náttúrunnar gæði. Öll dýr merkurinnar óttast mannin og hafa fulla ástæðu til. Það hefur staðið yfir stríð. Lífríkið hefur tapað hverri orrustuna á fætur annarri, en nú hafa sigurvegararnir komið sjálfum sér í vanda. Þeir eru farnir að höggva fæturna undan sjálfum sér, en samt eins og þeir geta ekki hætt. Það hefur verið lífstíll þeirra öldum saman að höggva niður allt sem á vegi verður, í eigin þágu. Það sem við þurfum núna friður, skapandi friður og ný hugsun. Það þarf að slíðra sverðin. Myndin af barninu litlega jötunni birtir ákveðin grundvöll, útgangspunkt sem mikilvægt að gefa sér og meðtaka. Út frá honum geta síðan allir unnið, hinir fávísu fjárhirðar og margfráðu vitringar úr austri. Þeir birta ólíka menningar heima, ólíka þekkingu og viðhorf, en sá friður og öryggiskennd sem sofandi barnið birtir gefur þeim öllum þennan sama útgangspunkt, sama grunninn til að ganga á og standa. Það sem okkur vantar í dag ekki nema litlu leyti tæki og tól til verka. Það sem vantar viljinn til að vinna, löngun til að horfa á stærra samhengi en það sem tengist eigin skammsæju og prívat og persónulegu hagsmunum. Nú nóttin enn í vændum og við munum sofa og hvílast, en á morgun verður kominn nýr dagur. Og við þekkjum það einmitt á jóladagsmorgni sem margar þjóðir fagna jólunum. Og það á vissan hátt táknrænt líka. Þá kominn nýr dagur og í samhengi fæðingar frelsara heimsins sonar Guðs ný sköpun, nýtt lögmál, nýjar áherslur. Eftir hvíldina á hinni hljóðu nótt vöknum við þá til að geta látið gott af okkur leiða. Við gefum gjafir og höfum gert og gleðjum hvert annað. Við styrkjum tengslin við okkar nánasta fólk og styrkjum þannig grundvöll okkar tilveru, eflum vitundina það að við þurfum á hvert öðru að halda. Sjaldan höfum við fengið jafn skilmerkilega kennslu í þeirri staðreynd að við erum hvert öðru háð í glímunni við þennan skæðu veiru, og að það sem við gerum eða gerum ekki hefur áhrif á annað fólk. Við sjáum og skiljum hvernig við berum ábyrgð hvert og eitt, bæði á sjálfum okkur og einmitt og ekki síður öðrum. Lykillinn að lausnum þessa stóra aðsteðjandi vanda skynsemi, traust og ábyrgð. Já, enn það Jatan sem í miðpunkti, barnið sem þar hvílir þetta nýja líf sem segja má, samt sem áður að hangi á bláþræði. En takist vel til mun það vaksa og dafna, styrkja og eflast, og þannig má líta á það sem táknum þann trúarneista sem margir bera í brjósti sér. Hann getur vel hafa verið þar lengi en lítið hefur verið hann hirt. Hann blaktir eins og ljós á litlu skari, en síðan má vera á hafsjónum sér hlúð.
hann fái alúð og ummönnun, næringu og fræðslu og þá mun hann einnig styrkjast og eflast og bænin verða töm á tungu og í huga og grunnur kærleika Krists eflast, veita styrk og verða sem öflugt tæki í hvers kyns þrengingum og leiðarljósum mandrataða vegi siðferðilegra ákvarðana og skoðana. Traustur grunnur að standa á með eigin skynsemi og sjálfstæða hugsun. Við skulum gangast undrinu á hönd í kvöld, leyfa því að lyfta upp sál og anda, gleðjast og fagna á hljóðri jólanótt og minnumst söngsins sem við rifjuðum upp í upphafi, að stjarna skín gegnum skýjahjúp með skærum lýsandi bjarma og inn í fjárhúsið birtan berst og barnið réttir út arma, en móðirin sælasti svanni heims, hún sefur með bros hvarma. Og hjarmaður birtist húsið allt, ber höfgar reykjelsis angan, í huga flytur hann himni þökk og hjalar við reifastrangan. Svo gerir hann krossmark, krýpur fram og kissir barnið á vangan. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er enn og verða mun aldir alda. Amen. Ég vil geta þess að við lok guðsþjónustunnar verður gengið út hliðardyr hér á hvorum væng kirkjunnar, en ekki út aðalinngang. Meðtak postulega kveðju. Náð Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með oss öllum í Jesú nafni. Amen.
Biðjum saman í Jesú nafni. Við þökkum þér, himneski Guð, fyrir þessa fagnaðaríku hátíð. Lát okkur gleðjast yfir fæðingu frelsarans. Hald okkur fast við hann, svo að fyrir trúna á hann munum við öðlast þann frið sem engin megna frá oss að taka. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn Guð, við þökkum þér þá miklu náð að þú hefur gefið okkur þitt heilaga hjálpræðis orð sem við komum saman að heyra ásamt allri kirkju þinni. Við biðjum þig, gef okkur þinn heilaga anda, að við tökum því með þakklátu hjarta og hegðum okkur eftir því, vöxum í trú, von og kærleika og verðum þannig sáluhópinn fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Vernda þjóðina eilífi Guð. Blessa þau sem stjórna málum og veit þeim visku og drengskap, að við megum njóta friðar innbyrðis og verða öðrum þjóðum til blessunar. Hjálp okkur að velja ábyrga stjórnendur og stuðla þannig að almennri velferð og þjóna þér með trúmennsku meðal kynslóðar vorrar, fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Þú gerðir okkur gæskuríki Guð ráðsmenni við sköpun þinni. Gef okkur visku og auðmýkt, að við notum auðæfi jarðar okkur til blessunar og viðurværis, en spillum engu því sem þú hefur skapað. Lát okkur svo umgangast það sem þú hefur skapað, að enginn beri skaða af, en komandi kynslóðir megi og njóta lífs í gnægtum og lofa gæsku þína. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, þú sem gefur lífið, við lofum þig og þökkum þér fyrir börnin sem þú hefur gefið, fyrir alla gleði sem þau færa. Við biðjum þig að hjálpa okkur að ala þau upp í þekkingu og ást á því sem þú býður. Leið þau til þekkingar og dýrð og fegur lífsins. Hjálpa þeim að nota sér tækifæri sem þú gefur þeim. Hjálpa þeim að þroska bæði líkama sinn og sál. Gef þeim anda sannleiks, hugrekkis og sjálfstjórnar. Að þau fái óbeit á allri grimmd en elski fegurð, gæsku og miskunnsemi. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Allar bænir felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsömum hann. Drottni sé vegsemd og Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið.
Amen.